Það fer að líða að lokum hérna hjá okkur í föstudagsþættinum en við ætlum að enda á smá tónlist en áður en því kemur þá ætlum við að spjalla tónlistina því að rúnviðburðir standa fyrir tónleikauppfærslu á Hárinu núna í ágúst og forsalan hófst klukkan 10 í morgun og stendur fram að miðnætti. Hingað til þess að spjalla það er komin Jónína Björt Gunnarsdóttir. Vertu hjartanlega velkomin í þáttinn. Takk fyrir það. Þetta er ótrúlega spennandi verkefni, rúnviðburður, þetta er nýtt fyrirtæki sem þú átt og stendur að. Já. Og þið ráðist ekkert á garðin þar sem hann legstur, þetta er bara að bomba í hárið. Já, það er bara, það er á stefnusgrunni, já. Já. Að byrja með svona trykki og koma með bara stóra og flotta sýningu. Já. Og okkur fannst hárið vera svona eitthvað sem fólk þekkir og þekkir tónlistina og það elska allir tónlistin úr hárinu, sko. Einmitt. Þannig að, já. Þannig að það lá bara beint við að ráðast í það. Og þið ætlaði að flytja þetta í Hamraborg, stóra salnum í Hofi í ágúst. Já, 21. ágúst. Já. Og forsalan hófst sem sagt klukkan 10 í morgun í dag, föstudag og stendur fram að miðnætti, ekki satt? Jú, passar. Og svo bara heldur miðasalinn áfram en forsölu tilboðið gildir bara 7. maí þennan dag. Þennan dag, já. Föstudaginn í dag. Já. Og þú ert búin að fá alveg einvala lið flytjanda með þér í lið. Þú getur svona sagt okkur aðeins hvaða fólk þetta er sem verður með þér? Já. Ég er svona svolítið að blanda bæði svona reynsluboltum og svo ungu og efnilegu tónlistafólki og leikurum og bæði er ég með Ívar Helgason og svo er ég með Árni Beinteinn og Þórdís Björk sem eru nú í leikhúsinu núna og svo er ég er Birgir Sævarsson frá Húsavík og svo er Egill Andra og Rán Ringsteð svona ungir og efnilegir sem eru búin að vera rosalega virka í tónlistarlífinu á Akureyri. Já. Og ég er svolítið svona einmitt að fá fólk með mér sem er héðan á svæðinu, Norðurlandinu og af því að við erum bara með svo mikla hæfileika fyrir norðan og ég er að reyna að nota það eins og hægt er. Virka þennan tónlistarauð sem við eigum og svo náttúrulega verður hljómsveit og kór og það er bara það er öllu til tjálta. Já, algjörlega. Söngkópurinn Rók sem er nýstofnaður kór, mjög spennandi. Já, frábært. Þannig að og ég veit þið eru aðeins farin að æfa og svo náttúrulega verða bara æfingar væntanlega á fullu í sumar og svona meðfram öðru. Já, algjörlega. Við erum bara að fara fullt í þetta allt saman núna og við vorum bara að byrja, eins og ég segi, miðasöluna og svoleiðis en þetta er bara, það verður bara gleði sprengja. Það verður bara svo geggjað að koma inn í veturinn og flytja þessa tónlist sem allir þekkja. Þetta verður bara og akkúrat það sem fólk þarf eftir allt sem á undan er gengið. Já, það er akkúrat það sem við viljum gera. Við viljum koma með svar á móti þessu COVID-ástandi sem er vonandi að ljúka. Já, einmitt. Ég held að geti allir skrifað upp á það og er svo, þetta er fyrsta skrif, byrja á flugeldarsýningu og er svo bara bíða verkefni í röðum fyrir rúnviðburði. Það er alls konar hugmyndir, sko. Já. Við skulum bara ætlum svo að byrja þessu og sjá hvernig gengur og svona. Mér líst vel á. Hvaða lag ætlið að flytja fyrir okkur hérna núna? Herru, við ætlum að taka Saurlífi. Saurlífi? Já, svona. Mér líst vel að það er gott að fara inn í helgina með það. Já, það er nú. Frábært. Þetta er ótrúlega spennandi. Ég hlakka mikið til að fylgjast með. Þetta verður magnað og við hvetjum þetta alla bara til þess að næla sér í miða á forsölu tilboði. Inn á mag.is. Inn á mag.is, gott að halda því til haga. Já. Kæra þakki fyrir að koma í þáttinn, Jónu. Við ætlum að enda á laginu frá okkur núna. Og þáttinu verður þó ekki mikið lengri af þessu sinni en við ætlum að enda á Saurlífi. Það eru rúnviðburðir og tónleikauppfærsla á Hárinu í ágúst. Takk fyrir að horfa. Við verðum hérna á sama tíma í næstu viku. Verið sæl.
upp á ferðir öfuguggi og faðir, hví hljómar þetta allt svona illa? Sjálfsfróun svaka fjör